Í tilefni af 30 ára afmæli bjórsins voru 15 íslensk brugghús og 2 erlend komin saman í húsnæði Kalda á Árskógssandi. Það er ekki lengra síðan en árið 2006 að Kaldi komin á markað sem fyrsta íslenska handverksbrugghúsið og því óhætt að segja að mikil gróska hafi verið í bjórmenningu landsins á síðustu árum. Brugghúsin hafa skotið upp í kolli á víð og dreif landið á fjölmennum jafnt sem fámennum stöðum, hvert og eitt með sín sérkenni og kúnstir við bruggið, því bjór er víst ekki sama og bjór, en síðan er líka mjöður. Og það er bara alls ekki það sama og bjór. Já, fólk hefur haldið að þetta sé samheiti, mjöður sé bara annorðið við bjór, þetta er ekki alls ekki rétt. Þetta er allt annað drykkur, alveg eins og vín og bjór er ekki sama drykkurinn, mjöður og bjór er ekki sama drykkur. Hver er munurinn? Já, sem sagt, bjór er bruggaður úr korni, eða sykurinn sem er breytt í alkohól kemur úr korni í bjór, en í miði þá kemur hann úr hunangi. Og hvar eru þið að brugga á landinu? Við erum staddir í Mosfellsbæ. Og hvenær byrjaði að brugga? Við byrjuðum að selja í júlí 2018. Það var einhver aðdragandi og undan því þú byrjar að brugga fyrr og er það þá bara hobby? Já, ég er sem sagt kemur heimabrugga geiranum eins og mjög margir aðri bruggarar. Maður byrjar að brugga eitthvað gott og öðrum í kringum mann finnst þetta að vera gott og þetta spinnur í kringu sig og svo langar manni til að leyfa öllum í heiminum að smakka og þá stofnar maður brugghús. En þitt starf á undan, það er í tæknibrellum og kvikmyndum, en svo ertu komin hérna að brugga mjöð. Já, það er í rauninni, hvað maður segja, börnin kölluðu mig heim. Ég var að vinna út um allan heim að vinna við brellur fyrir bíómyndir, en það var mjög erfitt að vera án barnanna og ég hugsaði bara með mér, hvað er annað sem ég er góður í að gera og það er að brugga. Er eitthvað sem hún tekur úr tæknibrellunum, er eitthvað smá atriðin þar sem þú ert að pæli, hjálpaðu þér í brugginu? Ég hef nú reyndar ekki spáð í en eflaust gera það. Og hann rýkur út hérna, þú ert búinn með kútinn strax? Já, hann er búinn á innan við 2 tímum, þannig að ég held að það sé bara vel gert. En stefnan er stemt á að stækka eða kannski aðalega að koma því á framfæri hvað mjöður er og búa til svona stemmingu og menningu fyrir miði? Já, í rauninni er þetta algjörlega óplægður akur. Fyrst og fremst er að reyna að koma í veg fyrir misskilningin að mjöður sé annað orðið við bjór, en hins vegar að þá er það okkar óska að fólk fái að smakka og vonandi líkar við það sem við erum að gera. Við erum í ferli að komast í ÁTVR og í fríhöfnina, þannig að aðgengi að miði verður vonandi mun betra í framtíðin en að hefur verið hingað til. Ölfusholt, hvar eru þið að brugga á landinu? Við erum stödd í Flóanum, rétt fyrir utan Selfoss og við erum, má segja, næst elsta handverksbrugghús á landinu, stofnað 2007. Fyrsti bjóri rann aftur á móti tönkunum í byrjun janúar 2018. Nú er mikið af brugghúsum út um allt land. Myndirðu segja að það skiptir ekki máli hvar þú ert stödd á landinu, það er alls staðar hægt að brugga bjór og vera með bruggsmiðju? Já, algjörlega, og við sjáum það bara eins og við erum til dæmis stödd í gömlu fjósi. Við erum að sjá brugghús út um allt land sem hafa verið sett upp í gömlum smiðjum, gömlum húsum sem jafnvel er verið að gera upp og það er eiginlega, má segja, að sé varla það pláss á landinu, það umdaði ekki brugghús. Gefur þetta samfélaginu mikið að vera með sinn eigin bjór? Já, ég myndi segja það. Bæði eins og til dæmis í okkur, við erum að brugga bjór, alls konar sérbjór fyrir ýmis fyrirtæki. Við erum að brugga marga húsbjóra fyrir staði kringum okkur. Síðan er þetta með túrisma. Það er komið upp hérna nokkuð sem heitir bjórtúrismi og til að það sé hægt, það þarf að vera brugghús sem víðast um landið. Við erum að fá fólk til okkar í gestastofuna sem ferðamenn sem að hanna sína ferð í kringum heimsóknir í brugghús. Það er að koma við og spjalla og fá smá smakk. Og síðan er þetta líka, hvað var það bara, atvinnu, þannig að það er ekki spurning. Og svo auðvitað þetta félagslega. Við vitum til dæmis hjá okkur í Íslandi eru nokkur brugghús sem eru búin til þannig að það eru kannski íbúið með bænum að boðið að kaupa sér hlut og þannig verður brugghúsið til og allir eiga það. Það er fullt af bæjarbúum sem eiga það saman. Og getið þið nýtt eitthvað úr eitthvað nær umhverfi beint í bjórinn? Já, ekki spurning. Og það er það sem allir Ásta, bruggmeistarinn okkar, er að gera þessa dagana. Hún er mikið að nota alls konar jurtir úr íslensku umhverfi. Við erum að brugga bjór með íslensku blóðbergi. Við förum út í júlí hjá okkur og tínum bara fyrir utan brugghúsið
ætikonafræ sem við notum í skafa og þessa dagana er hún að gera tilraunir og ásta með valhumla, mjaðjurt og fleira, þannig að það er ekki spurning. Þorsteinn, þú ert nú með eitt af yngstu brugghúsunum hérna. Hvaða gildi það að geta tekið þátt í svona hátíð fyrir þig? Svona hátíð er náttúrulega mögnum fyrir svona litla kalla eins og mig. Þetta er mjög gott tækifæri fyrir okkur að koma okkur á stað, sýna fólki hvað við höfum upp á að bjóða og annað. Þetta er bara algjörlega magnað, svona hátíð. Þessi menning, þetta er ákveðin uppskjöru hátíð fyrir það bjórmenningu sem er að vera til í landinu. Er þetta ekki eitthvað sem er komið til að vera? Klálega, við Íslendingar eigum það skilið eftir að hafa bannað þetta í öll þessi ár að eiga loksins góða bjórmenningu og þetta er bara klárlega eitthvað sem við eigum inni. Uppbyggingin á Húsavík, þú ert að detta í eins árs, þú byrjar á að brugga, nú er komin bar og það er ýmiss konar gróska á Húsavík, líka sjóböð og annað. Þetta gefur samfélaginu mikið að geta verið með sinn eigin bjór. Algjörlega, og Húsavík hefur klárlega tekið mjög stórt og gott skref síðastliðna árið með sjóböðunum. Við höfum verið svo heppin að það komið göng, einmitt núna brugghús og gestastofa. Þetta hefur verið frábært og það er bara kjörið tækifæri núna fyrir alla, hvort sem það eru útlendingar eða heimamenn að sækja til Húsavíkur. Nú er þess að brugghús á víð og dreif landið. Það virðist ekki skipta neinu máli hvar þú ert þegar þú ert að brugga. Nei, þetta snýst fyrst og fremst þann sem er á bakveða, hvaða hugmyndir hann hefur, hvað er að gerast. Við erum öll að flytja inn korn, við erum öll að flytja inn humla, við njótum góðs af íslenska vatninu. Þetta er mjög svipaður grunnur hjá okkur flestum, sko. Nærð þú mikið að nýta það sem er í þínu nágrenni í þinn bjór og tvinna það saman? Jú, ég hef verið að leika með hráefni úr héraði. Við höfum verið að brugga með berjalingi, bláberjum, við munum vera með rabarbara. Við ætlum að halda áfram með sem sagt berin og ætlum að koma með mjög góðan IPA núna í sumar úr greni sem vex í fjallshlíðum Húsavíkurfjalls. Þín leið inn í þetta byrjar lítið en verður stórt á stuttum tíma. Hvert stefnur með Húsavíkur? Ég stefni það í að við erum bara að leita því að halda áfram með sjarman, ætlum ekki of stórt og ætlum bara að halda áfram að vera sjarmerandi, lítil og krútleg. Og halda áfram að búa til nýja bjóra? Algjörlega, rúlla þessu hratt og örugglega. Frábært, gleðilega hátíð. Kæra þakkir sömuleiðis.